ég veit voðalega lítið þannig að hans þingstörf, en þegar ég bara krakki nema bara að þegar ég komin mín unglingsára þá kemur upp þetta þyrlumál. Býttu nú við. Það sem gerist að hann verður eitthvað sjóslys og ég held að séu 2 sem látast í þessu sjóslysi og það var eitthvað hitamál varðandi björgunarþyrluna, hvort það var bara 1 björgunarþyrla á landinu eitthvað þannig og sem var bara ykkur staðar annar staðar, tók tíma náttúrulega að komast hana og þetta var mikið hitamál og pabbi tók þetta svona að sér á þingi og svona talaði máli sjómanna held ég bara maður þyrfti að efla þessi málina og þetta varð svolítið svona heitt mál á þingi, mikið rifist og öskrað og þetta var svona mjög eftirminnilegu tími því að heimili okkar bara fylltist af blómvöndum það var bara, eða í minningunum var það þannig það var bara stofan fylltist af blómvöndum það var bara, ég veit ekki, sjóarar eða eitthvað, bara víða að senda bara kveðjur, þakkanum fyrir baráttinu það var, síminn stoppaði ekki og annað sko. Og þetta svona mín minning af pappa sem þingmanni og ég held að vera svona stoltur af honum fyrir það, svona pínu montinn sko, þú veist það mátt alveg vera það þetta gerðan, skildan þó eftir sig en allt annað hef ég náttúrulega bara getið hugmyndum sko. Nei, þetta hefur verið þú veist að þú segir þetta þá man ég eftir einhverju svona og þetta náttúrulega bara að það var þú veist, það dóu fólk að því að það var ekki þyrla til það það var eitthvað og þú veist, og það náði þessu í gegn með látum og þetta gagnaðist mér líka þegar ég bauð mig fram í unglingar á Ársels í Árbænum. Ég notaði þetta sem slagorð, ég kaupi þyrlu. Þetta? Já. Og þú hefur náð kjöri? Ég náði kjöri. Já.